Fólkið í landinu okkar fæst svo sem við ýmislegt. Í kvöld ætlum við til dæmis að ræða við ung hjón, Jörund Guðmundsson eftirhermu og rakara með meiru og konu hans, Guðrúnu Kolbeinsdóttur, sem tók upp á því á liðnu ári að starfa í sirkus og ferðast alla leið til Karabíska hafsins. Með þeim í för var dóttir Guðrúnar kollung. En hvernig skildi annars hafa komið til þessa? Já, það kom þannig til að ég hef nú flutt inn sirkusa til landsins undanfarin ár og það kom svona í tal hvort við hefðum áhuga á því að fara með þeim í eitthvað ferðalag. Það vegna þess að þeir vissu að ég hafði verið í þessum skemmtframrasa hér gegnum árin og sáu vídeo hjá mér og eitthvað annað af sýningum sem ég hef tekið þátt í. Og við veltum þessu fyrir okkur og það varð úr að við slóum til og dæmdum okkur í Karabíska hafið. Guðrún, þú hefur lítið komið nær í sirkus, er það? Þú hefur bara verið, eins og þú sagði sjálf, í húsmóðurstarfunum. Já, reyndar vann ég mikið með Leikfélag Vestmannaeyja og svo leik ég myndinni Nýtt líf sem fannst alveg óskaplega gaman. Og ekki rifjað upp með áhorfendur hvað það var sem leikst í nýju lífi. Ég hugsaði að Eyjabúar gleymdi því ekki. Ég geggjaði fyrst í hús Píu, var það ekki? Jú. Ég held að sé ekki margar húsmaður sem myndi gera það sem ég gerði, en fyrsta leikkonan, ég held að hún hét Kristbjörn Kell, hún lék í myndinni 79 á Stöðinni. Hún gerði þetta, hún lét sjá sig berrasa og ég held að ég myndi nú aldrei geta gert það líka 25 árum seinna. Hvað er þetta eiginlega? Hafið ekki séð sjónvarpsherbergi áður? Já, en fannstu fyrir því svona það? Já, fólk þurfti nú aðeins að tala um þetta og krakkarnir kölluðu þetta kona við svunduna. Nú, en hvað voru þau mörg atriði í þessu sirkus? Við vorum saman með töfrabröð sem var atriði númer 3 í sýningunni. Síðan sölaði ég og skellti mér í trúðsgallann og var með 3 innkomur sem trúður. Reyndar þurftum við að hætta, það var eitt atriði, það var hnífurinn, sko. Já, við minnkuðum aðeins atriðið okkar. Eitt var þá að fara út, það var hnífur síðan með sem fór svona, eitt töfrabröð fór og kafi í hendina mig, ég bretti svona upp og svo fór hann hérna ofan í hendina og svo rann blóði hérna niður. Þetta var hálf ógnarlegt. Og svertingjarnir, þeim leist ekkert á þetta. Aðalega börn og unglingar, þau voru skelku yfir þessu. Fólk tekur þetta svona bóstaflega eða eitthvað. Þeir trúa galdrahann og töfrabröð og vúdú og svona. En þú þurfti þetta ekki langan aðdraganda nú, þó þú sést nú þekktur úr skemmtanabransanum, þá hefur þú aldrei fengið sér töfrabröð áður eða leikið trúða, er það? Nei, töfrabröð hef ég aldrei... Þú var í skóla fyrst? Nei, töfrabröð hef ég aldrei fengist við en þetta er bara æfing, töfrabröð er æfing og skemmtileg framkoma. Töfrabröð kaupirðu erlendis frá, það eru fyrirtæki sem búa til töfrabröð, bæði stór og smá. Og svo náttúrulega betrum bætir hvert og eitt atriði. Baldur hjálpa okkur. Já, og svo... Baldur Brjánsson. Já, gamall félagi mín, skólabróðir frá Akureyri. Þeir bundu mig hvað mörgu sinni? Já, við bundum hana nokkur sinnum heim í stofu. Já, inn í stofu. Það er ekki draumi hvers eiginmann. Nei, þetta er svona gálgi sem ég fékk að utan og ég bind hana sér hressilega við gálgan og svo kemur hérna hókus pókus og þá losnar hún úr gálganum samt er mjög vel bundið. Voru lengi að finna út í Baldur hvernig við ættum að láta þetta virka, hvernig við ættum að binda. Við semst með mér þarna í stofunni og svo hringdi dyrabjallan. Það verið þokkalegt, fólk kæmi og við binda hana alveg, við hringdi svo rúllupillu. Tveir? Já. Já. Þannig það var ákveður upp að þú erði með. Já. Það var ákveður. En það er alltaf leyndarmál, ég meina þessi kassi þar sem Guðrún er bútuð í sundur, sko. Já, hann er leyndarmál. Já, það er leyndarmál. En það ætti að standa mjög skökk Guðrún inn í kassa. Já, ég ætla ekki að segja þetta. Þetta er mjög verið. Svo man ég eitt skipti þarna þegar ég var að fara inn í kassan og það var 2000 manns í tjaldinu. Já. Og það var búið að lýsa kassan vel upp þegar Jörundur opnar og ég stíg inn með annan fótinn. Sé ég svo ógeðslega stóra kóngulóm loðinn með stóra fætur. Ég kippi löppin út og Jörundur sá að var eitthvað að. Ég gáði, sá ekkert. En ég varð að fara inn og ég lét mig hafa það. Hún fór inn og svo lokaði ég kassanum eins og ég á að gera og byrja að galdra náttúrulega. Svo skildi ég ekkert hvað hún svitnaði alveg niður og að fara að renna á sér. Brosi alveg frosi. Og hún venjulega svitnaði aldrei í sýningum, sko. Þetta var mjög óvanlegt og hún svitnaði á sér. Ég skildi ekkert hvað þetta var fyrir þetta var búið, sko. Þá var ég að fara með spreybrúsa og... Þetta var stór kónguló, já. En hún er hörð af sér stelpan það? Já. Hann hefði ekki... Ég hefði ekki gert það. Nei, ég líka hljóp út og leið hann opnaði og gerði maður svona voila. Já, voila. Þetta átti maður að segja svo þurr. Nú, þau kynntust fleiri dýrum en köngulóm. Jú.
Voru ekki nágrannar fílana líka? Jú, við byggum við hliðin á fílunum. Svo einu sem ég held að vera að skjóta á hjólísi. Já, það var einn fílinn þessi staðisti, það var svona stundum fór eitthvað í skapið á honum. Og þá tók hann svona möl sem hann Er fílar skapvondir eða svona? Nei. Hún leið ekki vel þessum. Eitthvað slæmir í maganum líka. Já. Hvað gerist þá þegar fílar slæmir í maganum? Það getur rétt ímyndar að sína. Já, það var einu sinni á sýningu og hann var slæmur í maganum. Hann var svona með eins og við köllum íslensku niðurgang eða steinsmjögu getum við kallað líka, sem við kallað herðablaðaskvettu. Jæja, en það breytir nú ekki öllu. Nú, en hann var með svona og það var á sýningu og svo leysir hann vind svona eins og gengur og gerist, sérstaklega einhverjum með eitthvað í maganum, hvort það er fílaræði menn. Og það var ekki laust þegar þessi sátu næst þeir voru svona fregnóttir eftir þetta. Það var rosalegt. Kom svona... Svo var hlegið svo mikið að Hjörður sagði veist þetta skulle ekki skjá hverju sýningu. Já, þetta við hefðum mjög gott aftur á hverju sýningu. Já, þeir trilltust þarna svertingarnir, ég veit þessu. En hann átti það til þess að vera svona að fara í skapið á honum eitthvað og þá henda hann svona möl og grjót í næstu hjólísi. Já, og það bitnaði á ykkur kannski. Já, það var við. Og sprauta svo á vatni var bara hjá. Guðrún, þú varst nú alveg forkunnarfagrum búningum. Hver saumaði þá? Það voru stúlkur í Hafnarfirði, hvað hétt? Hjördís heitir önnur, ég man ekki hvað henni heitir. Og þetta er óskaplega vandað og skemmtilegt, sko. Það lögði mikið í þetta. Palléttum aðstoð. Já, maður er svaka skvísi. Hafðu ekki svolítið gaman að þessu? Jú, þetta var æðislega. Vissuð svona, áður en fóru af stað, vissuð út í hvað þið voru að fara? Já, við vissum þannig nokkuð því að, eins og ég sagði áðan, þá er ég búinn að flytja inn marga sirkus til landsins og við höfum unnið með þeim, þó ekki í sýningum auðvitað, allan tíma sem er að vera hér og auðvitað vitum við alveg hvernig sýning fer fram frá upphafi til enda. Þetta er svolítið líkt leikhús, er það ekki? Þetta er eiginlega bara leikhús. Jú, þetta er mjög líkt leikhúsi. Svona líkast því sem að, ef maður getur borðað saman við eitthvað. En þið segið að erfiðinu var þetta langur vinnudagur? Já, hann var þó oft. Stundum voru 3 sýningar á dag og þá byrjaði fyrsta sýning stundum klukkan 9 á mótana. Það voru barnasýningar. Og svo 2 seinni partur á einum kvöldið. Alltaf fullt hús? Ekki alltaf en oftast. Við vissum, jú, þið hefði verið á Karabíska hafinu, en við hefum ekkert minnst að hvar þið voruð. Já, við vorum á 2 eyjum, frönskum eyjum. Við byrjuðum á eyjunni Guadeloupe og svo fórum við yfir til Martinique. Þetta eru eldfjallaeyjar og eru mjög fjöllóttar og mikil gróður, mikil blóm og mikið af trjám. 95% íbúanna eru svartir, sem eru upphaflega Afríkunegrar. Og ekkert allt var hrifnir á okkur hvítu, sko. Nei. En nú þetta sé franskar eyjar, frakkar eiga þessar eyjar og stjórna þeim. Þarna er allt franskt, menntakerfi, heilbrigðiskerfið, það er allt franskt. Og töluðu franska náttúrulega. Guðrún, þú varst að segja áðan að innfæddir hefði ekki allt og hrifnir af þessu hvíta fólki. Hvernig kom það fram? Við vorum grýtt stundum og... Ég ætla að taka fram svo valdi ekki miskilíki, það var ekkert á prógraminu, það var ekkert svona Nei, ekkert svo slæmt. Nei. Þetta átti ekki bara við okkur. Það var bara allt sirkusfólki sem var nú yfirleitt allt hvítt, eða semst frá Evrópu. Þarna verðum við fyrst skipti á ævinni vör við kynþáttafordóma, þannig að beindist gagnvart okkur þá. Og það kom nokksinni fyrir að fólk grýtt okkur og inn á sirkusvæði, fólkið, okkur og aðra sem vorum í sirkusnum. Það er ekki svo langt síðan þræla hann að lyfta hann. Nei, ég held að séu svona, 90 ár eitthvað. Það voru ömmur kannski sem voru þrælar. Já, þetta situr í fólki og... En við hvernig aðstæði bjugguð þið? Voruð það á hótelum eða hvað? Nei, við vorum ekki á hóteli, Bryndís. Við bjuggum í litlu hjólhýsi, það var 8 fermetrar, reyndar með þeim forréttindum að við höfðum líka fortjald, þannig að það var þá viðbót, sko. Ég eldaði þar. Já, þar var eldhúsið og ísskapurinn og borðið okkar og svona. Þetta er afskaplega yndislegt. Svo baðaði mig stundum þarna inni, sko. Þeir voru mikið út af svertningarnir og lokaði mig sem bara inn í fortjaldið og smúlaði sem það. Já, og svo baðaðastæða náttúrulega. Það var sko... Baðaðastæðan, það var lögð garðslanga heima hverju hjólhýsi. Þá stóð maður bara þar og úðaði sig svona, sko. Já, við þurftum fyrst að kæla vatn. Láta það renna. Já, þetta renna til að vera nógu kallt. Hérna heima lét maður renna til að fá það heitt. En það var svo heitt alltaf þarna. Þetta reyna lengi til að láta vatni koma. Róþægilegt. Svo þegar við þurftum að fara á fætur á mótnana þá þurfti litla dúkkan að byrja fyrst. Af því við þurftum að fá rúmið hennar fyrir rúmfötin okkar. Svo var það Jörundur, þá þurfti hann að fara... Það var alltaf einn í einu að fara, sko. Þetta var svo lítið. Ég þurfti að skella upp borðinu þegar við svonum á eldhúsborðinu, sko. Þetta er svolítið viðbrigði fyrir fólk sem býr í íslenskum einbýlishúsum. Já, það er það. Það
það er mikil viðbrigði. En það vandist sem sagt. Já, við vorum mjög fljótt að venast þessu. Sko hjólhýsið sjálft notaði maður ekki nema bara rétt það til að kannski borða, þá við fórtjaldinu og svo bara kvöldi nóttunum til að sofa. Hann var lág nú samt við að maður fer í splitt og spíkart á eldhúsgólfinu þegar maður kom heim sko. Það var svo stórt. Já. Maður dansaði kringum pottana bara. Já. Gaman. En hefur þú gott að þessu búið svona þröngt? Já, þetta skerpir kærleikann. Já, ég myndi segja það. Þú myndir segja það, Guðrún. Já, ég myndi segja það. Ég mæli með þessu fyrir alla, með það fyrir augum. Já, en ekki taka þátt í sirkuslífi, það? Jú, ég get alveg mælt með því líka ef fólk hefur áhuga á því og vill upplifa það. Þetta er svo óskaplega mikið tillit sem við þurfum að taka til hvors annars. Það eru allar þarfir og allt á þessum 8 fermetrum og það er rætt saman. Þegar þarf að gera eitthvað, það fara á toiletti þá er bara allir reknir út og þá var dregin fram litla plastfatan. Jörund fékk hann heiður að hreinsa. Svona kammerherra þarna. Þetta er svona þroskandi félagslega. Já, ég myndi segja. Já, mjög gott. Mjög gott. Og svo líka auðvitað að búa þarna, þetta er 30 og hvað, 5 manna þorp, þessi sirkus. Og þannig bjuggu allir mjög þröngt þar að segja inn á afgirtu sirkussvæði, í kringum stóra sirkustjaldið. Og þetta fólk lifði og bjó saman alla daga og vann saman. Hverra þjóð er þetta fólk sem vinnur svona í sirkusum? Það kemur allstaðar að. Þetta var fólk frá Suður-Ameríku, þetta var frá Bandaríkjunum, það var frá Ítalíu, Portúgal, Þýskalandi, Póllandi. Gengur þetta mann fram að manni, menn fæðast inn í sirkus, er það ekki? Það er algengast, þetta séu fjölskyldur. Alveg frá svona 3-4 og alveg upp í 6-7 manna fjölskyldur. Og allir gera eitthvað, allir hafa sitt ákveðna hlutverk í sirkusnum. Svo eignast dætur sirkusstjórana kannski kærasta og þá er bara hann bara settur í það. Já, þá er hann kominn strax inn í sirkus. Það er yfirleitt ekki þannig að, sko segja, að einhver dóttir, einhver sirkusmanns, hún kynnist náttúrulega manni og gefur að skilja, þá fer hún ekkert úr sirkusnum. Þá gengur hann til liðs við sirkusinn. Þá hann sé flugvirkið eitthvað sko, þá fer hann bara að gera einhver áhættuatriði. Já. Það sé kannski þannig eins og með sjómennskunum, maður getur ekki hætt. Já, þetta sé þannig líf, þetta hefur eitthvað mikið við sér, hlýtur að vera. Já, minna fólk sem er alið upp í þetta, fætt inn í þetta og alið upp í þetta, það getur ekkert annað, kann ekkert annað. Mér finnst voða skrítið þegar við vorum að byrja á fyrstu sýningunni, þá tókuðu öll svona utan að hvert annað og ofboðslega spennt. Þetta er fólk sem búið að gera þetta frá þetta voru smá krakkar, samt að spennan alveg gífurleg. Spennan var mikil. En suma þessum atriðum er nú lífshættulegar, það ekki? Jú. Maður er alveg hissa oft hvað fólk leggur mikið á sig við það að framkvæma stór hættulega atriði og þegar maður svo kemst að því að þetta er ekki fyrir mikil pening. Nei, verður maður ekki ríkur af því að vinna í sirkus eða eitthvað? Já, nema og er fullt af dýrum. Já, nei, þessi venjulegi sirkusmaður, hann hefur svona bara þokkaleg laun, ef það nær því þá. En þeir sem að standa upp úr með laun í sirkus, það eru þeir sem eiga dýr, skulum segja fíla eða eitthvað svona ámóta. Fílar eru erfitt að fá fíl í dag og þjálfa það upp til að vera í sirkus. Það fólk hefur mjög góð laun. Og þessi sem er í svo stóru áhættuatriðum. Já, og þeir sem eru svona með mest áhættuatriðum. Þetta fólk hefur upp í það mesta, það hefur svona 40.000 á dag í laun. Og stéttaskiptingin er mjög Svo er stéttaskipting líka, sko. Já, þó öll dýrin í skóginni séu vinir, sko. Það er sumi jafnari en aðrir, eða hvað? Já. Jörundur, nú veit ég að þú hefur starfað sem rakari og hérst ekki átt með raka þarna á Karabísku? Jú, ég tók með mér græju náttúrulega svona til þess að klippa Guðrúnu, ég klippi hana alltaf. Ég sé það, hún er vel klippt. Þakka þér fyrir. Og hérna, en það fór út í það, ég var beðinn að klippa þarna fleiri og endaði með því að ég var hann að klippa allir í sirkusnum. Og þetta var orðið meiri kvöð heldur en ánægja, ég tók ekki fyrir þetta auðvitað. Og þessar senjórítur hérna frá Spáni með hárið. Með þetta síða hár sem mátti aldrei snerta, sko. Þú férst að snerta það? Já. Og klippa það kannski? Særa aðeins af því, það mátti ekki gera meira. Nei. Það virðast ekki láta ekki klippa þessi hárið, láta það bara vaxa og vaxa. Þess vegna er þetta allt svona loðið og mikið. Já. Og svo var hann í svertingina líka, en hann lærði það aldrei í iðnskólanum. Nei, það var ekki kennt að klippa sverting í iðnskólanum. Það er mikið öðruvísi. Þetta er svona álíka eins og að ætla sér að klippa krullaða stálull. Það er svo þéttaðan hárið og fínkrullað. Og innfættið klippaða þannig að þeir eru með svona sérstakann, spaða með svona brjónamútur. Og svo rennaður þessi gegnum hárið, ífaði allt saman upp á þeim og þá kemur í ljós að það er allt í einu voða langt og maður sjá það voða stutt. Og svo klippaði bara svona, svo er þetta bara svona ferkantað eftir, eins og maður sér á víðaklýsta. Þetta tókst þú vel. Já, ég skoðaði þetta. Ég vildi fá að sjá hvernig það væri gert og ég fattaði ekki hvernig þið gert og klippt þetta svona. Svo fékk hann bara ekki frið, þá búinn að klippa eitt svertingin, þá vildu hinni líka. Já. Þetta verið að vona alla hina við hennar, sko. Já, hann klippti yfirleitt á hverjum einasta degi. Já, það var alltaf verið. Já.
Þeir lepja romm í tíma og ótíma hana. Þeir gera það þannig að rommið þarna er 62% framleitt á eyjunum. En hvað var burt með Ólaf ekki? Já, ég ætla að vona þeirra vegna. Ég gæti aldrei drukkið romm, það er svo hryllilega vont, það er svo hrátt. En þeir setja svona lítið, svona einfaldar en tvöfaldan í glas. Svo setja þeir 1-2 skeiðar af sykri úti, brúnu sykri, og svo sítrónu sem þeir kristi yfir. Ljómandi. Hræra þetta og svo klóðar þessi 1, 2, 10. En fyrst við erum að tala um rommið, þá man ég eftir því að ég var eins og undirbúa, það var morgunsýning, barnasýning, og ég var úti í stóra tjaldi, var undirbúa okkar tæki fyrir okkar atrið. Guðrún var inn í hjólhýsi sem er svona 100 metrar frá og Blási blöður og svona. Undirbúa sig svona, gera sig klára, hárið og andlitið og svona. Og þá kemur hérna einn starfsmaður, svartur, við vorum með svarta starfsmenn í öllu, sem eru frá eyjunum, sem heitir Rómeó. Óskaplegur sjarmur, 2 metrar á hæð. Já, huggulegur og myndalegur sveppingi. Já, þú viðurkennir það. Já, það er mikið fallega fólki á þessu eyjum. Ég verð að taka það fram að fólk á þessum eyjum, sérstaklega Martinique, er mjög huggulegt og fallegt fólk. Nú, hann kemur að spyrja hvort ég eigi sígarettu. Ég segi nei, ég klappa saman alla vasan, það er inn í hjólhýsi og fer út með honum að kalla Guðrún, gefa Rómeó sígarettu. Já, og hann fer og svo klára ég að ganga frá, kem svona 20 mínútur seinna og inn sko. Þá situr hann þar í fortjaldinu, kominn vel í það með rommglas og sígarettu. Ég segi, hvað er þetta mannski? Af hverju situr hann með, þú kallaði, gefa nú romm og sígarettu. Það myndi ekki að maður ekki Rómeó. Og hér er ekki betur að gera romm og sígarettu. Mér fannst þetta samt svolítið Hann var alsæll með þetta, klukkan 8 að morgni. Og hann var líða Guðrún, sko. En þetta klukkan 8 að morgni, ég sá hann var alveg sveittur hérna. Svitnaði þegar hann fekk þetta sterkar og alltaf blandaði þetta. Ég held að það væri bara eitthvað hefð hjá hann, mér fannst alveg sjálfsagt að rétta hann þetta. Nú, hvernig svo verið komin heim aftur? Það er náttúrulega... Antiklimaks. Nei, alveg yndislegt. Ég skal bara segja það, hann asnaðist nefn á bryggju fyrsta daginn eftir að við komum heim og ég ætla bara ekki að lýsa tilfinningum mín, ég sakna svo mikið. Ég var fara út í stofuglugga og eldurglugga út í dyr, næst hann aldrei alltaf að koma. Já, þetta er svo vön að vera saman. Alveg, þú sér það 8 fermetrum, allan dag, vakna saman, vinna saman, sofa saman, gera eiginlega allt saman ef við þurfum að henda hvort öðrum styrir sinna út. En þegar þú komum aftur heim í eldhús og vogum Vatnsleysuströnd, verður ekki haldið áfram að vera í paljet? Ég fer nú inn í skáp og skoða þetta, en eins og ég segi, við ætlum að nota Ég getur að skemmt bara á Vogabúum, er það ekki? Við eigum það ábyggilega eftir. Já. Það